Hæ, ég ætla að fara yfir hér algenga byrjunargildu sem kemur upp í London-afbrigðinu. Hvítur leikur D4, D5, riddari C3 og riddari F6. Og núna kemur biskup F4 sem er London-afbrigði. Svartur hefur hér nokkra leiki í stöðunni. Hann getur komið út einhverjum mönnum, til dæmis hann getur komið út biskupnum, hann getur leikið peðun áfram. Í þessari stöðu ákvað svartur að leika riddari C6 sem kemur líka út manni. En það er smá galli við þennan leik er að eftir riddari B5 þá er engin leið fyrir svartan að valda C7 almennilega. Svartur reynir einhvern veginn að loka á biskupinn á F4 með því að leika E5. Getur hvítur einfaldlega drepið með peði og núna ef riddarinn fer eitthvað í burtu sem riddari E4 þá er kannski fyrsti leikurinn sem við viljum skoða er E6. Þess að E6 endurvekjur hótunina á C7. En það er smá galli við þetta plan hjá hvítum vegna þess að svartur getur bjargað sér með að leika biskup skák. Við þurfum að blokka skákina, biskupinn fyrir á A5 og völdum þannig C7 reitin og getum næst hrókerað eða ef hvítur drepur þá getum við drepið með kóng og leikið hrókur F8 og hrókerað þannig. Hvítur er vissulega með betra ennþá en svartur er ennþá allavega á lífi í þessari stöðu. Hvítur á hins vegar hér algjöran sleggju í þessari stöðu sem einfaldlega var að drepa hér á D5 og núna ef svartur drepur tilbaka þá drepum við á C7 og við sjáum hér skemmtilegur fjölskyldugaffall á alla þessa þrjá menn. Þannig að hvað getum við lært af þessari línu? Jú, í þessari stöðu hér þá þarf svartur að leika einhverju öðru heldur en riddari C6. Hann getur gert það með því að leika til dæmis E6, hann getur líka leikið C5 sem dæmi eða biskup F5. C5 er frekar einfaldur leikur að því leyti að við erum búin að koma í veg fyrir riddari B5 af því svartur getur leikið þá dróning A5 og riddarinn verður þá að bakka og ef hvítur leikur núna þá í þessari stöðu E3 þá getur svartur einfaldlega drepið og leikið A6 sem kemur veg fyrir riddari B5 og þá er svartur bara í góðum málum og getur komið út mönnunum sínum bara á eðlilegan hátt. Riddarinn fer á C6 og biskupinn fer á F5. Þannig að þetta er svona einfaldasta svarið gegn þessu hér hvíta plani.